geggjað að fá það heimsum. Takk. Hvað ég er að spá, þetta Yeezy Slide sem úr því það? Herðu, sko, nú veðrið svo gott og ég var í smá fótaaðgerð á einni tá og það hrikalegt að vera í lokuðum skóm akkurat þessa stundina. Okay. Af því nöglin að jafna sig og það svona bara kjöt og lokaði skóri bara off limits núna, þannig að ég svolítið að vinna bara með þetta, sko. Já, ekki að fallegasta en þægilegt það. Þeir líta út fyrir að vera mjög þægilegir. Þeir eru mjög þægilegir. Lúkkið ekkert eitthvað sérstætt, en það bara sem að sé að labba á vatni. Sko, mér langaði að byrja svolítið að spjalla við fjölmiðla, því ég var að hlusta á því í öðru hlaðverfi þegar ég var undirbúið mig og þú ert búin að vera meir en 20 ári í fjölmiðlum. Og þá myndi ég að, ég byrjaði 2004, þannig ég fattaði ég er búin að vera 21 ár. Ég er aðeins eldri en þú. Já. Þú ert búin að vera aðeins lengur en ég í raun og veru fjölmiðlum. Þú komið 22 ár. Já, á þessu ári, október 2003, þá byrjaði mitt fyrsta útvarpsgigg og það var á stöð sem hét Kiss FM. Okay. Var þá stödd niður á Hverfisgötu. Þar byrjaði ég bara svona helgar að leika mér í loftinu og þá var engin laun, sko. Þú veist, ég er náttúrulega bara 18 ára og þá fekk ég pizzuinnegnir og maður fekk ljósakort og fullt alls konar fríðindum. Þannig ég bara svona að æfa mig og svo fæ ég kallið yfir á FM, sem sagt árið eftir, október 2004 og þar hef ég verið samfleitt. Ári komið í 21 ár þar. Er þetta alltaf gaman? Já, ég meina því ég var yngri, mér fannst alltaf svo gaman að hlusta sérstaklega á FM, sko, þegar ég var yngri, það var alltaf bara, þegar maður með mömmu og pappa í bílnum, sko, þau voru svona bylgjufólk en ég vildi alltaf fara á FM, að mér fannst alltaf svo hressir sem voru að tala það, sko og svo mikið hressleiki, var alltaf stuð og stemming, sko. En verður það ekkert pínur, sko, ég oft hugsaði mitt að því ég það er ágætt að þekkja sjálfa sig, sko og það er ekki mitt, sko, að þurfa að vera hressi fyndnikallinn, sko, mér finnst meira þægilegt að fá bara að vera einhvern veginn svona stundum pínu alvarlegur og eitthvað, skilur við. Verður það ekki stundum svona, þú veist, að þurfa að vera að vakna eldsnum á morgnana og þú verður að vera hress, en auðvitað keyrir það kannski í gangi, ég veit ekki. Þetta venst, sko, nú er ég búin að vera í morgunútvarpi, sem sagt þessu 7-slotti, núna í 7 ár og ég meina það er mjög langt, því að þú veist, í grunninn er ég B-manneskja, sko. Grunninn er ég bara, þegar ég var í útvarpinu, þá var ég stundum með slott milli 10 og 2 á daginn eða 2 og 6. Þannig það var aldrei eitthvað svona, þú veist, var ekki eitthvað mikil press á mér að vakna og þegar ég var ekki í fullri vinnu á FM, þegar ég var semst bara í loftinu og var í annari vinnu, þá var ég aldrei í vinnu sem byrjaði klukkan 7 eða 8, þá var bara 9 eða 10. Þannig í grunninn, þá var ég bara B-manneski og svo þar að fara að vakna klukkan 6-10. Þú veist, það var alveg gríðarleg breyting og ég meina þetta tók mig svona alveg grínlaust svona bara ára að venjast því lífi en það lífi í dag bara elska ég. Ég elska að vakna svona snemma, byrja daginn bara mjög snemma og fara þá bara frekar fyrr að sofa. Algjörlega, ég man, það munurinn á útvarp og sjónvarpi því ég var þarna tímabil í morgunfréttunum með Gissuri, sko, og þá var fyrsti fréttatími 7 en þá þurftum við að vera mættir 5, sko. Já. Þannig að það var vakna 4:30 það er bara nótt, sko. Þannig ég tók ára því og þá var svona einmitt á 50 dögum þá var þetta orðið bara ofbeldisfullt að vakna, sko. Þú veist, þá var maður svona á enn einum deginum á 5 tíma svefninum, sko. Já, ég eins og ég segi, ég held ég myndi ekki meika þetta svona fyrstu 3 vikur ég segi ég á aldrei eftir að geta þetta ég tek max ár en svo bara þetta kemst eins og bara með allt þegar kemst upp í rútínu þá er þetta bara geggjur rútína og ég fæ stundum að sofa út helgar en það sofa út hjá mér í dag er bara þá til 8:30, sko. Ja, en það er bara sofa út. Það er þetta sama hér, sko. En þarna það hjálpar að vera með öðrum í þessu en einmitt, hvað er þetta langt prógram? Þetta 3 tímar? Já, við erum sem sagt alla virkadaga milli 7 og 10 og eins og ég segi, þú veist, þetta er bara morgun þáttur eins og bara allar aðrar útastöður eru með, ég meina við skilgreinum okkur bara svona sem léttmeti, þú veist, fólk sem vil komast frá þessum pólitísku fréttum, þessum neikvæðu fréttum, þú veist, þar eru við ekki, við tökum pólitísk mál en við reynum að gera það þá komískari hátt og svona léttari máta, þú veist, við viljum sleppa okkar hlustendum við svona, þú veist, það er verið að hækka inn eina stýrivextina og þessi á að segja af sér og heikaflar þarna, þessi á að fara og við látum þetta bara alveg vera. Við förum freka bara í eitthvað alltara hluti eins og bara, þú veist, hvað er best á grillið, opnum síman, hvað er best á grillið sem tekur 15 mínútur
og þá fáum við bara fólk sem vill bara segja sína skoðun á því og þú veist, kemur bara geggju umræða. En að halda úti, sko, eins og þegar Harmageddon var til dæmis, þú veist, þú segir, hann kannski meira viðtöl hjá þeim, ég veit ekki, en þá segir, þú veist, að vera að bóka viðmælendur, halda úti 2-3 tíma prógram með alla virkadaga í viku. Ég dái svo mikið að, sko, ég var með Gulla Helga hérna, bara þegar hann var í Íslandi Bítið árum saman, sko, að fylla upp í þetta slott, sko, þú veist, náttúrulega öðruvísi árt með podcastin, þá ertu að bóka viðmælendur og svo eitthvað sem hætti við og eitthvað svona, þurfa að gera þetta á hverjum degi, sko. Þú varst að vera on it alla daga vikunar og meira segja sko, þú veist, á laugardögum og sunnudögum af því að þú veist, þú ert að hugsa hvað er á mánudaginn. Algjörlega. Og þú þarft að vera rosalega vakandi eins og við erum rosalega mikið bara að segja frá okkar lífi, opnum rosalega mikið inn á lífið okkar bara eins og ég og Egill. Við bara, þú veist, við bara, hlustendur eru bara okkar vinir, þetta er bara eins og við séum heim í stofu ég og Egill, tala saman daginn og veginn, nema það fá bara aðrir að heyra það líka, sko. Þannig maður þarf alltaf að vera on it hvað er að gerast í kringum hann. Gerðist eitthvað skemmtilegt hjá mér því ég fór í sund í gær sem ég get sagt frá. Þú veist, og þú mátt ekki gleyma því þá, þú veist, og ég er oft bara með síman, þá bara setja ég, herruðu, sundferð, það fór það var erlendur ferðamaður sem bara fór á hangklæðin inn í sturtun og fór í sturta því hann þór ekki að, hann var spérhættur. Sýnum sér dillingi. Já, eitthvað svona, þannig að, þú veist, þú verðst að hugsa alla svona litla hluti og muna þá fyrir næsta þátt til þess að segja frá því. Og og stundum svona gleymaður og stundum höfum maður komið í útsendingu og bara, maður hugsa, herru, við erum ekki með neitt í dag, hvað er að gera, herru, það er ekki til að prógrama framöndan, en einhvern veginn bara, þá reddast það. Hlýtur þess ekki að skipta rosa miklu máli að makkarinn sé einhver sem er vinnuðinn eða því líður vel með, sko. Já, ég meina, við þekkjum hvort annan eins og handabaki og hvort öðrum, ég og Egill og og ef það hefur komið fyrir að 2 viðmælendur hafa bara klikkað í sama þætti og þá bara, herru, hvað gerum við nú? Og þá bara hugsaum við bara eitthvað og svo er ótrúlegt eins að þá höfum við kveikt á mæknum og svo bara, herru, það bara fæðist eitthvað. Förum bara allt í að segja eitthvað og svo bara allt í við vitum að þá er bara sími rauðglóðandi, vilja allir taka þátt í umræðinni og þetta er svo lifandi og enn þann dag í dag er ég að læra eitthvað nýtt útvarp og læra eitthvað nýtt hlustendur útvarps og bara þessna fær maður ekki leið á þessu. Hvað með útvarp? Þú veist, nú prófaði ég á sínum tíma, tók alveg eitthvað útvarpi og það er miklu þægilegri miðill en sjónvarp. Þú veist, það er bara mikrofón kveikt á og þú veist bara, og þannig að meiri svo þeim tíma hugsa maður, þú veist, að því tæknin var svo flókin í sjónvarpinu, sko, þegar ég var að byrja í kvöldfréttunum, þá þurfti að hlaupa með teipin á milli húsa og þú veist, og þá, ég man að Gissur, hann var svona útvars og hann sagði alltaf bara, þú veist, þetta er bara glataði miðill sjónvarp, þetta er alltaf mikið vesen, skilur. En svo náttúrulega tæknin búin að breytast mikið, en hvernig er það einmitt með eins og útvarpið, þú veist, það lítur orðið talsvert, sko, straumlínulagar og þægilega núna heldur fyrir 20 árum. Ég man bara þegar ég tók fyrstu vaktina mína á FM 2003, þá var komið svona tölvukerfi og það var svona sérstætt schedule kerfi í tölvunni, þetta var bara eitthvað svona borð-PC tölva sem var svona með bara lögin uppröðuð og svona stef á milli sem sagði FM 957 og yfir í næsta lag. Rétt áður en ég byrjaði þarna, þú veist, þá voru bara menn með þetta á diskum. Það var bara diskaspace A og diskaspace B. Okay. Og meðan diskaspace A var að spila, þá voru þetta að taka diskin úr diskaspace B og plana næsta. Og svo varstu kannski með eitthvað svona bara svona lúkborð, ítir að taka, þá kom FM og svo þurfti ít á play. Okay. Þú varst bara útvarsmaður og tæknimaður líka í leiðinni, sko. Þannig að það þurfti að setja langt lag ef maður var að fara að kúka? Ég meina, þú veist, það var alltaf að tala um þetta Stairway to Heaven fræga lag, sko, það var oft sett á, sko, þegar menn þurfti svona ekstra góða pásu, sko, það var hérna góða 7-8 mínútur, ég man Sirpa með skíma og hérna, hún er sko 7:30, þá þurfti ég að pæla í þessu, sko, en eins og bara staðan í dag, þetta er bara tæknin, þú veist, ég er á borðinu, ég er tæknimaðurinn á borðinu og þú er í þættinum, en þetta er bara svo easy, þetta er bara svo auðvelt. Já. Þú veist, þetta eru bara sleðar, svo ertu bara með lúppur, með alls konar svona, effektum og eitthvað svona, og ert bara með músin í höndunum og þú getur nánast gert það bara, þú veist, aðeins að horfa á skjáinn. Þetta er alltaf orðið svo klikka, sko, bara eins og þetta hér, skilur, það er bara eitthvað ljós. Ég er ít og rekk sjálfur á kameranum, svo reyndar er strákur sem klippir þetta fyrir mig. En þú veist, nú er þetta plattformin í raun og veru, þú veist, Spotify, YouTube, að, þú veist, það eina sem þú þurft að gera er bara að upplóta þessu þar og þá, ef algoritmann er í liði meira, þá sjá þeir að dreifa þessu fyrir þig, sko. En hvað með, sko, að því maður hefði hugsaði mitt, þú veist, við skulum orða það þannig,
ef að Spotify, ef að podcast og Spotify og allt þetta dót hefði komið á undan útvarpi. Þannig að það er bara ok, ég get valið öll lög í heiminum minni símanum mínum, ég get hlusta á hvaða spjallþátt sem ég vil, þá er það erfið hugmynd að pizza á einhvern, nei, hérna, ég held að það sé góð hugmynd að búa til eitthvað þar sem að við veljum þetta fyrir þig og við höfum auglýsingar á milli. Þannig að út frá því hugsa maður sko útvarp, og það var oft verið að tala um útvarp myndi deyja í raun og veru. Já, ég veit ekki hvað ég seti marga fundi þegar ég var dagskrárstjórið, þegar maður kannski, þú veist, þegar einhverja hlustunartölu voru að detta niður og eitthvað svona og menn bara, er þetta ekki bara, Spotify komið og nú er hlaðvörpum komin og þú veist, er þetta ekki bara að deyja út? Og ég var alltaf harður því, nei, útvarp mun aldrei deyja út, af því að á einhverjum tímapunkti, af því að fólk elskar góðar þjónustur, við erum, Ísland er, við viljum hafa góða þjónustu í kringum okkur, alls staðar sem við erum, og á einhverjum tímapunkti færð þú leið á því að vera alltaf eitthvað í símanum á Spotify, finna eitthvað hérna, erum við hlusta á þetta, hvað er þetta hérna, stundin langaði bara stillin og útvarp og bara gera ekki neitt, bara sitja og hlusta og pæla ekki neinu. Ég fór líka að pæla í öðru sem er gott við þetta, það er að maður er svolítið komin í hennan algoritma bergmálshelli með, þú veist, að þú allt í henni er bara farin að velja þín lög og þú veist, svo ítur að playa útvarpinu og allt í henni heyrir eitthvað gamalt lag eða eitthvað dót sem þú, bara hefur, já, ég er búin að gleyma þessu maður. Og sama með samræður, að hérna, þú veist, þeir eru náttúrulega ekki, eins og þú segir, þeir eru ekki þingri málum eða pólitík eða svo leis, hérna, en það hugsa maður allt í henni, veistu, kannski að hlusta á okkur útvarpstöð og þú byrjar að heyra sjónamið eða skoðun frá einhverjum sem er ekki poppa upp á þínum algoritma á YouTube og það er gott þess að festast ekki í bergmálshellinu sko. Að fá aðra raddir sko. Já, ég bara gæti ekki verið meira sammálaði og ég meina, ég sjálfur, ég nota Spotify mikið, ég nota Spotify yfirleitt þegar ég fer í ræktina, þá er ég bara með mína playlista bara, sem ég set bara í headphone, þú veist, þetta er bara, mér langar að hlusta þennan playlist í dag, ég er að fara að lifta þessu, þannig ég þarf að fá þennan playlista til þess að pumpa mig upp og eitthvað svona, en svo þegar ég fer út í bíl og er heima hjá mér, þá er ég bara með útvarp á. Þú veist, mér finnst bara gott eins og bara ég kem heim til mín, þú veist, eftir vinnudag og ég er kannski að fara að taka þvottinn eða ég er að fara að gera eitthvað heima eitthvað svona, þá er ég bara með svona út af stokku á eldhúsbekknum og ég set hann bara í gang, stundum hlusta á FM, stundum hlusta á Bylgjuna, ég set stundum á K100, ég set stundum á Rástöð, þá langar bara að hlusta á útvarp, langar bara að vita hvað er í gangi akkurat núna í samfélaginu og svo bara er þetta þú verður þetta brá. Og finnur það alveg á viðbröðum, sko, því nú maður hugsa líka þetta að verða svo, veist, það er náttúrulega svo rosalega breyttur heimur frá því þegar það var hérna, veist, náttúrulega því gamla daga þegar Hemmi Gunn var með, veist, 85% áhorf og með Já. Og svo svona hægt og rólega fara að vera meira og meira frambóð og nú finnst mann þetta sé orðið þannig að, þú veist, hver og einn er með sinn níshóp, skilur þannig að, þú veist, það er einhver sem er, þú veist, þú ert með einhverja 1000 raving fans hér og þeir hlusta aldrei á þitt stöf, en alltaf á mitt stöf. Þá hugsa ég, sko, þú veist, þú vantilega finnur á viðbröðunum að það sé bara mjög mikið af fólki ennþá að hlusta, af því nú ætla ég ekki að ljúga þér að ég sé að hlusta mikið útvarp. Nei. En þú finnur það vantilega, þú veist, að það er bara ennþá. Ástæðan fyrir ég veit að mikið verið að hlusta á útvarp er bara því að fólk stoppa mann reglulega. Bara að þetta var svo skemmtilegt það sem við vorum að tala um hérna á miðvikudaginn, vákvað ég sammála ykkur og svona, þú veist, þannig að maður veit að fólk það er að hlusta á okkur. Og við sjáum það líka bara á samfélagsmiðlunum okkar þegar fólk er að senda inn, við erum að tala um einhverja umræðu og svo koma bara skilaboð, hérna ég var ekki sammála þessu eða svoleiðis og samfélagsmiðlunir eru nefnilega góðir hvað þetta varðar að því að við tengjumst fólkinu betur. Í kringum það og fólk og sérstaklega FM við lefum fólkinu líka bara að vera með og ég meina við erum með sérstaklega síðu fyrir okkar morgunþátt þar sem við erum bara með 5000 manns inn á þeirri síðu, það er bara virk síða og veitum við bara okkur, þetta er bara sterkur kjarni Algjörlega. Sem við erum með bara hlustendum sem bara taka þátt í hérna umræðinu hjá okkur. Hvernig er núna, því þú voru lengi dagskrárstjóri, ég man þegar ég var þarna upp á 365, þá var í raun og veru Bylgjan og jafnvel FM sérstaklega Bylgjan, alltaf besta rekstrareiningin í öllu fyrirtækinu, sko. Þú veist, þannig að stöð 2, þetta er alltaf brekka, skilur, þetta er erfitt, þú veist, það er erfitt að selja áskriftir þegar þú komið með allar þessar streymisveitur og allt þetta dót og þá er það náttúrulega fyrst og fremst svona... Og ekki alveg nóg mikil sanngirni á auglýsingamarkaði og... Einmitt, þú veist, upplifir þú ennþá þetta sé þannig að þú veist að útvarpið, að því þetta minni, sko, miklu einfaldara, þannig að það er miklu minni kostnaður við útvarpeldur en sjónvar. Að þessar rekstrareiningar séu bara, þú veist, ef þú værir að taka allt fyrirtæki og segja bara eitthvað hvað er rekstrareiningar hérna og það líka þetta consistency, þú veist, eins og bara Íslandi bítið, þetta er alltaf sama fólkið og þið núna í þessum morgunþætti og ég var alltaf á því þegar ég var alltaf inn, það var alltaf verið að reka hver einustu mánuð og þú horfir á fjölmiðl út í heimi
fólk vill bara fá Kristófer Helgasonin sinn, skilur, og Ívar Guðmundsson, og skilur, þetta bara búið að vera eins í ógeðslega mörg ár. Og það er það sem skiptir svo miklu máli varðandi útvarp og útvarpsrekstur, að þegar þú fer í breytingar, ég sem dagskrárstjóri, ég fari með stöðuna, og ástæðan fyrir ég sagði þetta gott, er bara því að ég hef búin að fara í heilan hring tilbaka, og áfram, aftur og bak, ég hef búin að gera allt. Þú veist, og þegar það kemur á því þá það er bara mikilvægt að þekkja sinn vitjunartíma, og ég hugsa bara, nú þarf bara eitthvað ferskan, eða ferska, til þess að taka við, koma með sínar hugmyndir, og ég ætla bara að draga múta, því að útvarp er svo lifandi miðill, og í útvarpi þá þarf alveg reglulega að gera breytingar, af því að það er svo mikil samkeppni, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast, þess er að gera þetta, þess er að gera hitt, hvernig ætlum við að svara því? En það sem við líka mikilvægast þegar þú gerir breytingar í útvarpi, hvort sem það eru smáar eða stórar, það er að gefa þeim tækifæri. Og þegar þú gerir stóra breyting í útvarpi, þú sérð í rauninni ekki árangur fyrir en eftir kannski í fyrsta lagi ár. Algjörlega. Og það er rosalega mikilvægt að segja við fólk sem kannski stjórnar, þetta það þolinmæði. Það má ekki panika eftir 1 mánuð, 3 mánuði. Þetta er þannig, ef við ætlum að fara í þessa breytingar, þá þurfum við að gefa þessu ár hið minnsta. Svo er hægt að taka stöðuna. Það erfiða við það er að það náttúrulega finnst einhvern gaman að tapa peningunum sínum. Nei, að sjálfsögðu ekki. Svo bara þegar Excel-skjalið byrjar að fara niður, að þá, þú veist, ég man þegar NFS var stofnað, sem er svona eftir á að higgja ekkert sérstöku hugmynd, 24 tíma fréttastöð á Íslandi. Það var bara, ég man í satt fyrsta fundin, Gunnar Smári var þarna, og það var bara, hér er verið að tjalda til minnst 5 ára. Aldrei minna, þá búið að loka sjoppunni til 10 mánuði, sko. Að þetta bara of mikið tap. Og maður skilur að fólk sem er með pening inn í svona hlutabréfum og öðru, þetta skilur maður það, það bara hver einustu mánuður eitthvað svona, þetta er niður, þetta skilur maður fólk. En það sem er svo gott eins og bara við sín, fyrirtæki sem ég vinn hjá, og bara þessu Bylgjan og Exið og FM, þetta er svo mikil reynsla. Þetta er, eins og bara Bylgjan, þetta er bara búið að vera sama fólki í öll þessi ár, fólk sem er bara búið að lifa og hrærast í þessum bransa og veit ótrúlega mikið að hæfileikum, mikið að reynslu, og þess vegna er svo mikilvægt eins og Bylgjan, ástæðan fyrir hún er svona svakalega vinsæl og vinsælasta stöð á Íslandi, er að þeir hafa haft þetta konsistansi svo svakalega lengi. Og það er bara ekki tekið upp úr götunni að vera með slíkt. Nei, og eitthvað er það einmitt, því maður hugsa þú veist, það er tvíþætt þetta akkur konsistensi er ekki í íslenskum fjölmiðlum. Annars vegar að það er alltaf verið að reka fólk, og hins vegar að því þetta er ekki sérstaklega vel borgað, að þá er verið að bjóða fólki, þú veist, einhverjar upplýsingar, fulltrúastöður eða eitthvað. En einhvern veginn er búið að vera, eins og segir, skilur, ég meina, Gulli Helga náttúrulega svona freka nýlega hættun, hann og Heimir voru bara þannig í 15 ár. Nei, ég meina, ég var ennþá bara, ég var ekki honin sjálfráða, sko, þegar þeir voru bara að byrja náttúrulega. Ja, algjörlega, og svo ertu með Ívar Guðmunds, hann er búin að vera á sínu stað, og svo ertu með Kristófer Helga, og þá hugsa maður einmitt, fólki hlýtur að þykja freka gaman í vinnunni sinni ef það vill vera svona lengi, og líka þetta hlýtur að vera að virka, af því þú veist, mér finnst þetta að vera svona, ég hugsa sig sko útvarpsmenn á Bylgjunni og ákveðni blaðamenn á Morgunblaðinu. Þetta er reyndasta fjölmiðla fólk á Íslandi sem er búið að vera að vinna sömu vinnuna í 15-20 ár. Sko. Akkurat, og svo er ofta eitthvað svona miskilningur, eitthvað svona, þú veist, já, hvernig er stemmingin, er ekki þungt annað niður frá eitthvað svona, ég segi, nei, þetta er skemmtilegast vinnustæða landsins. Það er eins og bara að vera útvarpsmenn, það er frábær mórall. Starfsfólkið, þú veist, hvort sem þetta er Bylgjan, FM, Exið, jú, þetta eru stöðar sem eiga að vera í eitthvað svona samkeppni, en fyrst og fremst þá eru við bara ein heild. Bylgjufólk hjálpar oft FM, við hjálpum Bylgju, Exið, þú veist, það eru bara allir að vinna sömu markmiðunum. Þetta er í sömu einingunni, þetta er á sama fyrirtækinu, og við gerum okkar besta í að hjálpa hvort öðrum og hvort öðru. Algjörlega, ég get alveg ímyndað mér að séu aðeins öðruvísi á þess að ég ætla neitt að gera lítið úr því það er örgulega fín stemning líka sko fréttastofumegin og vísismegin en það var, þegar ég var aðna upp frá þá var svo mikið það sveif alltaf yfir vötnum að það voru uppsagnir sko önnu hver mánaðamót, þannig að það var alltaf pínu svona, þú veist, á meðan að útvarpsmegin er kannski meira svona, heyrðu, þú veist, við megum alveg anda hérna og vinna vinnun okkar. Það er samt sko, en þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er fjölmiðlaumhverfi þannig, þetta, hlutinni breytast hratt og það eru gerðar oft erfiða breytingar og fólki sem er að gera þessar breytingar finnst það ekkit auðvelt og hundleiðilegt að gera þessar breytingar en þú, ef þú ert í þessum bransa eins og bara ég, þú þarft alltaf að vera undirbúin, herru, það gætu komið breytingar og þá er það bara þannig 100%. Þú getur ekkit gert í því, mér finnst yndislegt í þessari vinnu og ég ætla bara að leggja allt í sölurnar í hana og meðan ég er með hana. Hvað með sko
einmitt íþróttirnar og einmitt þegar ég var undirbúin þá heyrði ég líka tala hann að sjálfa það. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.